Við ætlum að kíkja á hvernig á að hanna ljósmyndabók í Pixel Designer Online. Við byrjum á því að fara inn á heimasíðuna. Þar er að finna upplýsingar kápuefni, útlit, frágang, stærðir og verð. Við byrjum á því að velja hvaða stærðabók við ætlum að gera og hvort við ætlum að vera með svart eða hvítt kápuefni eða búa til álímda kápu sem við hönnum sjálf. Ég ætla að sýna ykkur hvernig að gera álímda kápu og við byrjum á því að skrá okkur inn. Hérna sjáum við strax kápuna sem við þurfum að hanna og við þurfum að bæta inn myndum með að fara hérna upp í vinstra megin og ná í myndir á tölvunni. Við veljum hérna nokkra myndir, gæti tekið smá tíma fyrir eftir hvað eru stórar og hversu góð nettenging er hjá þér. En við getum hannað þessa kápu alveg frá grunni sjálf eða við getum nýtt okkur útlit sem eru hérna uppi. Við getum einfaldlega dregið útlitin inn á kápuna. Hérna er til dæmis heilsíðumynd sem nær yfir baksíðuna og forsíðuna og við getum dregið inn á þennan myndarama mynd. Við sjáum hérna strax að þessi mynd er ekki í nógu góðum gæðum til að gera svona við. Við getum athugað hversu stór hún er. Eins og við sjáum hérna þá þarf ég að minnka hana mjög lítið til þess að hún myndi vera nógu stór. Þannig að í þessu tilfelli þá er þessi mynd mjög líklega í nógu góðum gæðum til þess að þola þetta. En ef þú þurftir að minnka það mjög mikið þá myndi ég mæla með því að finna aðra mynd. Við getum séð hérna sýnishorn af því hvernig hún prentast út og við sjáum hér þessa rauðu línu. Þetta er í raun og veru skurðarlínan og stærðin á bókinni og við þurfum að hafa hérna litin vel út fyrir af því þetta er efnið sem að brýst utan kápuna, harðspjaldakápuna. Það er hægt að setja texta hérna inn á kjölinn þannig að við ætlum að halda áfram og bæta við textabóksi. Setjum hérna inn einhvern texta. Við getum svo sniðið textan, breytt leturtegund. Við getum sett annan lit á textan. Við getum breytt aðeins stærðinni. Kjölurinn er ekki stór þannig að við erum að passa að textin sé ekki of stór. Við getum svo farið hérna tilbaka og snúið textanum. Þetta er nokkurn veginn í lagi. Setjum hérna í miðuna. Sjáum hérna sýnishorn aftur á kápunni. Þetta er bara nokkuð fínt. Við getum sett inn annað textabóks. Hérna setjum við inn einhvern annan texta. Hérna fáum við meldingu á að textabóksi of lítið. Þá getum við annað stækkað textabóksið eða minnka letrið. Þegar við erum sátt við kápuna þá getum við farið að snúa okkur að innsíðunum. Við höfum öðruvísi útlit í boði fyrir innsíðurnar. Eins og þið sjáið hérna þá byrja bókin á hægri síðu og hérna uppi erum við með til dæmis útlit sem er með einni mynd og annað útlit sem er með einni mynd sem er stærri. Hérna eru 6 myndir á einni síðu og hérna eru 4 og þessi myndabóks eru í raun og veru tilbúin til þess að setja myndirna beint inn í. Þannig að leið að þú ert búin að ákveða útlitið þá getur þú sett myndirna inn. Einnig er hægt að eyða þeim alveg út og raða þeim inn bara eins og þú vilt.
alveg frjálst að hanna þetta eins og þú vilt. Það er hægt að setja inn textabox hvar sem er. Það er eitt sniðugt sem hægt er að gera með marga myndir. Þá er þetta að fara hérna í sjálfvirka útfyllingu. Það sem að hún gerir er að hún velur sjálfkrafa útlit og fyllir síðan myndunum sem átt til hérna inni sjálfkrafa í bóksin. Þannig að núna sett hún inn restina af myndunum inn á síðuna sem koma hérna eftir. Og það er ekkert mál fyrir því að breyta myndum, skipta þeim út, setja inn annan texta, setja inn aðra mynd. Ef við erum ekki með nóg mikið pláss á síðunum sem við erum með hérna, yfirleitt 20 blaðsíður í svona venjulegri ljósmyndabók, þá er hægt að fara hérna í síðu valmöguleika og bæta við síðu. Og eins og við sjáum þá skiptir máli hvar ég er staddur í bókinni. Og ég get dregið síðuna til líka ef að ég sett hann inn á vitlausa stað. Það er hægt að setja inn bakgrunna á síðurnar, einfallega með að draga það hérna inn. Það er alltaf hægt að setja inn meira myndum. Ef við þurfum að stilla myndirnar af í myndabóksunum, þá er nú að tvísmella á myndabóksin og þá er hægt að stilla af stærðin á myndinni og staðsetninguna sem að sést í myndabóksinu. Þannig að við sjáum að við getum breytt hvað það er sem sést með auðvitað. Við getum svo alltaf séð sýnishorn eins í honum áður en við sendum verkefnið inn. Við getum farið hérna strax í að panta. Við sjáum hérna aftur þessar rauðu línur. Þetta eru skurðarlínurnar á innsíðanum og það er mjög gott eins og það sem eru með heilsíðu myndir. Ef við varum með heilsíðu mynd þá er mjög gott að láta hana ná út fyrir rauða ramman. Við ætlum að halda hérna áfram. Ef við viljum vista bókina þá er það lítið mál. Það er þetta að halda áfram hvenær sem er. Ef þú ert ekki tilbúin að setja inn pöntun, þú fer bara inn á pöntun.pixel.is, skráð inn og getur haldið áfram með verkefni hvenær sem er. Núna ætlum við að fara í pöntun og þá er svona villu check sem að forritið fer yfir. Það er mynd í lágum gæðum á kápunni sem við sáum áðan. Við vorum búin að ákveða að hún væri í lagi. Það kemur fram hérna er auður textareitur á þessum síðum. Einnig gæti komið við melding að textareiturinn væri of lítill. Hérna eru auðar síður sem við ætlum að þú fyllir út í. Við ætlum að staðfesta þetta og ganga frá pöntuninni. Hérna veljum við fjöldan og uppfærum verðið. Hérna sjáum við verðið á umframsíðanum sem við bættum inn í. Getum haldið áfram. Hérna er hægt að velja afgreiðsluna á pöntuninni. Við getum sótt pöntunina eða fengið hann að senda. Ef við ætlum að fá hann að senda þá þarf að staðfesta heimilisfangið. Þá er hægt að ganga áfram í næsta skref og ganga frá greiðslunni. Þegar það er búið að ganga frá greiðslunni þá fæðu staðfestingu í tölvupósti og svo kemur önnur staðfesting í tölvupósti þegar pöntunin er tilbúin. En ég held að þetta sé gott hjá okkur í bili. Takk ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur vel með hönnunina.